Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling. Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og velkomin í Spursmál þennan ágæta mánudaginn. Við höfum til auka þáttar að minna tilefni því sem nú blasir við. Það er að segja að það stefnir í harðan og spennandi formannslag hjá Framsóknarflokknum. Við ætlum að fara yfir það hér í þessum ágæta þætti. Áður en að því kemur ætla ég að leyfa mér að óska íslenska karlalandsliðinu okkur öllum til að hamingju með frækinn sigur á Svíum. Ef það er eitthvað landslið sem gaman er að sigra í handbolta, þá er það einmitt það sænska. Það er núna í haust, þá eru liðin 10 ár frá því að Sigurður Ingi Jóhannsson var kjörinn formaður Framsóknarflokksins. Það var 2. október 2016. Þá sigraði hann Sigmund Davíð Gunnlaugsson með nokkrum mun og í kjölfarið stofnaði Sigmundur Miðflokkinn og breytti pólitísku landslagi hér á landi. Nú hefur Sigurður Ingi hins vegar ákveðið að söðla Þann 15. febrúar næstkomandi kemur flokksráð Framsóknarflokksins saman og þá verður kosinn nýr formaður. Það er Ingibjörg Ísaksen og Lilja Alfreðsdóttir hafa lýst yfir framboði. Það gæti fjölgað enn í hópnum. Ég fengi þær hingað til mín upp í hádegismóðu til að ræða baráttuna framundan og svo munum við kannski koma inn á fleiri pólitísk tíðindi eins og þau sem að urðu nú helgina þegar Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri var felld af flokksfélögum sínum í prófkjöri og Pétur H. Marteinsson verður oddviti flokksins í komandi borgarstjórnarkosningum 16. maí. Fylgist þið endilega með þessari góðu umræðu. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu möguleikana á limtrevírnet.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkur í heimsókn við Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. In the night air, I can see your face. Though you're far away, me and you. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum allt land. Polsen.is. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið þið sæl að nýju. Þær eru hér eins og ég nefndi Ingibjörg Ísaksen og Lilja Dögg Alfreðsdóttir og ætlum að fara yfir baráttuna framundan. Þær vilja báðar verða næsti formaður Framsóknarflokksins. Komið sælar. Blessaður. Sæll og blessaður. Framsóknarflokkurinn er að fagna, er það ekki 110 ára afmæli í ár? 16. desember, jú. 16. desember. Elsti stjórnmálaflokkur landsins. Heldur betur. Já, langelsti. Já. Hvað er Sjálfstæðisflokkurinn? Er hann ekki stofnað 1929? 29 þegar þið sameinast. Já. Íhaldsflokkurinn og Frjálslyndi. Einmitt. Svo við förum í söguskýringar hér. Já. Nú er Sigurður Ingi að hætta, hann lýsti því yfir í haust og það hefur verið dálítið langur aðdragandi að þessu. Svo núna þriðjudaginn síðast að þá lýsið þú við framboði og á fimmtudagskvöldið hjá Framsóknarfélagi Reykjavíkur lýsið þú við framboði. Já. Hvað er langt síðan þið tókuð ákvörðun þetta? Byrjum á þér, Ingibjörg. Já, þetta er nú kannski ekkit ákvörðun sem þú tekur bara yfir kaffibollanum. Þetta hefur átt svolítið langan aðdraganda. Sigurður Ingi tilkynnti þetta eins og þú komst inn á í nóvember. Og þá fara að koma svona skilaboð og símhringingar og hvatning til mín að ég bjóði mig fram.
Ég hef hugsað þetta svolítið lengi og tók þetta símtöl við fólkið og það var til þess að ég áttaði mig á því að það er svolítið ákall eftir breytingum í flokknum. Núverandi forysta, formaður og varaformaður hafa setið núna í 10 ár. Hver áttu varaformaður? Það svo sem hérna. Smá svona. Við hliðina á mér. Já. Þannig að svona í bland við þessa hvatningu og í bland við þetta minn persónulega metnað líka og vilja til þess að, við erum auðvitað í stjórnmálum til þess að hafa áhrif, að þá ákvaði ég að taka þessari áskorun frá flokksfélögum mínum að bjóða mig fram. Lilja, spyr þig sömu spurningar, en það er rétt þú hefur verið þetta í forystusveitinni frá því að flokkurinn í raun klofnar þarna í október 2016. Þetta voru rosalegi tímar. Hann klofnar reyndar ekki fyrir 2017. Rétt fyrir kosningarna þá. Þá kemur Sigmundur fram með Miðflokkinn. Já, fyrir þær kosningar. Þannig að, það hefur, ég meina það er eins með mig að eftir að Sigurður Ingi og í raun og veru talsvert fyrir þann tíma þá hafa flokksfélagar verið í sambandi við mig og verið að hvetja mig áfram og ég hef svona bent á að það er mikið verk framundan og talsvert áskorun vegna þess að ég sit ekki á þingi. En ákalli hefur verið það hafa verið mikið ákall og ég hugsaði þetta þannig að þetta er óvenjulegir tímar fyrir Framsóknarflokkinn, þennan elsta en mjög merkilega flokk að þegar þetta einhvern veginn svona lá fyrir núna í vikunni að Willum var ekki að fara fram, þá var þrýstingurinn enn meiri og ég ákvað í kjölfarið á því að stíga þetta skref og ég þekki flokkinn mjög vel og eins og við vitum að það er ákall eftir breytingum og þó ég hafi verið í forystu flokksins þá hef ég sjálfsögðu ekki stýrt Framsóknarflokknum og ég hef haft mjög svona skýra og stundum aðra sýn en núverandi formaður þó að margt hafi gengið vel hjá okkur. Þá er ég svona meira afgerandi í efnahagsmálunum, utanríkismálunum og fleiri málum sem ég tel að við þurfum einhvern veginn að fara aftur í rætunar og ég vil sjá Framsóknarflokkinn aftur við eldhúsborðið. Og það sem ég mun leggja mesta áherslu á það eru heimilin í landinu og hvað er að gerast þar vegna þess að efnahagsstjórn núverandi ríkisstjórnar, hún er náttúrulega hún er ekki nógu góð. Hvað ert að vísa í með eldhúsborðið? Eldhúsborðið er þannig að það er bara að þú kemur þar, öll fjölskyldan kemur saman að kveldi til og fer yfir málin og bara hvernig þeim líður og ég held að við lítum núna á heimilisbókhaldið hjá mjög mörgum að það gengur ekki nógu vel. Það er að segja, við erum að sjá skattahækkanir og það er svolítið verið að lauma svona bakdyra megin gagnvart fjölskyldunum. Við sjáum alls konar álögur, ég meina Orkuveita Reykjavíkur eða Veitur voru að hækka núna verulega hækkun og ég held að sjáu það hvert einasta eldhúsborð á Íslandi að hér er ekki rétt gefið. Það er að segja, þú getur ekki verið með ríkisstjórn sem segir, við erum hér komin og við erum með sleggju og við ætlum að ná niður verðbólgunni en á sama tíma hækkar ríkisstjórnin launin sín 5,7%. Það eru sömu flokkarnir sem stýra borg og ríki, leyfa þessari hækkun að fara í gegn og þetta hefur það slæm áhrif á verðbólguvæntingar að heimilin blæða á meðan. Förum aðeins inn á efnahagsmálunum eftir, þú ert komin í framboðsskýrin, heyri ég alveg á... Þú veist ekki að fá okkur þess að? Þú ert ekki lengi að keyra því í gangi því. Þú nefnir að það hefði haft áhrif á þína ákvörðun að Willum Þór lýsir því yfir að hann hafi ákveðið að fara ekki fram, hann fórseti Íþrótt Ólympíusambandsins núna. Var það grundvallar ákvörðun í ykkar huga? Hefðu þið ekki boðið ykkur fram ef að Willum hefði sóst eftir þessu? Já, sko, fyrir mitt leyti þá held ég að Willum hefði geta orðið mjög farsæll og góður formaður fyrir Framsóknarflokkinn. Og ég held að maður heyri það svona líka bara í grasrótinni að það fólk ber traust til hans. Hins vegar skilur maður alveg ákvörðunin hans. Hann er komin í starf sem hann sóttist mikið eftir að komast í. Hann er forseti. Hann er forseti í ISÍ, fara að taka þátt í frábæru starfi þar að byggja upp íþróttahreyfingu á Íslandi. Sem hann hefur brunnið fyrir og starfað fyrir alla tíð. Algjörlega og sóttist eftir þessu og fekk mjög öfluga kosningu í það starf. Þannig að ég skil það vel og ég held nú, gef mér það líka eina forsendunum fyrir því að hann ákvað ekki að stíga fram. Meðal annars það að hann horfir fram á það að næstu kosningar eru ekki fyrir eftir 3 ár. Hann er ekki inn á þingi.
Ég svona ímynda mér að það hafi haft stór áhrif á hans ákvörðun í þessu máli, en ef hann hefði verið inn á þingi setið þar, að þá hefði mér nú fundist sjálfgefið að hann myndi bjóða sig fram í þetta hlutverk. Og hefðu þú ekki farið á móti honum? Veistu það, ég get ekki svarað eins og núna, en ég held ekki, nei. Og ekki þú heldur? Það auðvitað þannig að Þið getið fengið til að sjá mjög eftir þessar ákvörðun sinni. Já, ég ætla að segja það, sko. Það bara, við höfum auðvitað verið mælt við öll þrjú og Willum leiti þá mælingu. Ég var aðeins á eftir honum og ekki mikið þó. Og mér fannst bara svo mikilvægt að heyra líka í grasrótinni. Maður auðvitað alltaf að vega og meta stöðuna. Og eftir að Willum fer ekki fram, að þá gerist þetta náttúrulega mjög hratt og þá fæ ég enn ríkari hvatningu að stíga fram. En það ekkit bara eins og þú getur ímyndað þér. Ég hef þetta mjög mikinn metnað fyrir hönd landsins okkar og ég tel að Framsóknarflokkurinn, hann hefur verið lykilafl í þeirri lífskjara sókn sem við höfum séð á Íslandi frá fullveldi og sérstaklega eftir sjálfstæði. Þetta ekki svarað spurningunni? Jú, ég skal koma að því. Það auðvitað þannig að maður auðvitað brennur fyrir stjórnmálinu og landið sitt. Þá kem ég aftur að svarinu. Mér fannst á þessum tíma, bara út af hvernig mælingar eru, að þá fannst mér mjög mikilvægt að Willum Þór Þórsson fengi ákveðið rými til þess að taka þessu ákvörðun. Og Ingibjörg Ísaksen nefnir það mjög ítrekkað að hún að hugsa fyrir Willum Þór og segir að hann gerir þetta líklega vegna þess að hann sé ekki á þingi. Ég ætla ekki að setja mér einhverjar þær stellingar að gefa mér hvernig Willum Þór hugsar. Eina sem ég veit að það verk að vinna í Framsóknarflokknum. Ég fylgið hefur lækkað á Framsóknarflokknum frá því frá kosningum og ég held að þetta sé það stórt verk að ég held að geti verið kostur að formaðurinn sitji ekki á þingi til þess að vera að byggja flokkinu upp. Það sveitarstjórnarkosningar. Og það svo til að þú situr ekki á þingi. Akkurat. Já, þannig að það hefur... Já, þannig að þú getur alveg, getur hvað ég að hugsa. En það var, við gengum til kosninga 30. nóvember 2024. Já. Og Framsóknarflokkurinn eiginlega í tætlum eftir það, leyfi ég mér að segja. Þetta var rosaleg kosninganótt, Sigurður Ingi var úti allan tíman, menn sáu fram að það yrðu bara svona náttúruleg forystuskipti í flokknum. Svo dettur hann inn og Willum út og Willum meðal vinsælustu manna fyrir flokkinn. Þið eru með örsmáan þingflokk og hafið ekki verið að ná vopnum ykkar inn í þinginu eða í umræðunni, það sést bara á fylgistölum. Þannig að spurningin eiginlega mín til ykkar svo að þú nærð kjöri í þessum pínulitla þingflokki. Þú dettur út af þingi, varst... Rétt datt út af þingi. Já. Það bara hnífsegginn, sem skilur að. Ég veit það. Þá spyr ég bara í fullri einlægni sem gamall og gegn Framsóknarmaður. Eru þið réttu einstaklingandi til þess að taka flokkinn áfram í ljósi þess að þið voruð í forystusveitinni sem að lentu í þessu skipbroti? Vil ég byrja? Já, þið ráðið. Já, ég skal taka þetta. Eitt af því sem ég bara mjög góð í, það að fara inn í mjög erfiðar og krefjandi aðstæður og flóknar og finna lausn á því. Og ef þú lítur svona á minn feril, þá hefur það bara oft verið niðurstaðan. Og ég mjög til í að fara í erfiðar aðstæður. Og flokkurinn í erfiðum aðstæðum? Hann mjög erfiðum aðstæðum. Og ég get, ég var í Seðlabankanum þegar allt stóra hrunið var og við þurftum að hugsa í neyðarlögum, losun fjármagnshafta og ég bara þekki það að fara inn í erfiðar aðstæður og koma með lausnir og svona hálfgerða strategíu hvernig við getum gert þetta. Og eftir þetta ákall sem maður hefur verið að fá frá flokksfélögum að þeir virðast mjög margir ekki verða mjög uppteknir af því að ég siti ekki á þingi. Það eru margir sem hringja og segja, og ég segi alltaf á móti það þegar maður er alltaf að hugsa þetta, að vera á þingi og málstofan og allt þetta. Og ég segi, en ég meina þetta bara hins vegar staðan. Og þá sagt, við þurfum þína forystu, Lilja, þú hefur oft farið í erfiðar aðstæður og það má heldur ekki gleyma því að þegar Sigmundur Davíð stofnar Miðflokkinn, ég meina
Það var erfitt, við náðum hins vegar með mikilli vinnu að vinna flokkin upp og það er ekki lengra síðan en 2022 að við vinnum eitt stærsta sigur hér í borginni, 18%, og ég var auðvitað partur af því teymi á þeim tíma, þannig ég þekki þetta að byrja mjög, að það sé kannski ekkert, þetta líti ekkert rosalega vel út, en með hugsjónum, mikilli vinnu, þá veit ég alveg hvernig við getum gert þetta og þess vegna er ég að gera þetta. Þú lentir réttu með vílununa hvað það var það, þú fórst inn á þing. Ég kemur tvo inn. En býtu, jöfnuna þingmaður. Nú er ég með orðið, Vilja, þannig að ég veit leiði mér að klára. Komast kannski aðeins að. Já, það er þannig að þú veist, í kosningunum 21 þá vorum við með 3 þingmenn í mínu kjördæmi og núna í kosningunum 24 þá komumst við með, þá er ég með 1 þingmann með mér, þannig að við erum 2 úr mínu kjördæmi, öflugt kjördæmi, mjög sterkt. Þegar kemur að því varandi að hafa verið í forystunni, þá hef ég ekki setið í forystunni. Ég hef ekki verið formaður í flokknum, ég hef ekki verið varaformaður í flokknum. En þú ert oddviti í stóru mikilvægu kjördæmi? Ég hef það og ég hef sinnt í hlutverki og það vel að ég er að fá mikla hvatningu úr því kjördæmi og svo sem öllum kjördæmi landsins til þess að stíga fram, vegna þess að fólk treystir mér í þessi verkefni. Ég hef tekist á við stór verkefni líka í lífinu og núna sem þingflokksformaður mér hefur treyst fyrir því verkefni, bæði á síðasta kjörtímabili og svo aftur núna. Og það auðvitað felst í því að halda utan svona þessi daglegu þingstörf og halda utan þingflokkin. Þannig að ég hef sjálf persónulega ekki verið í forystu hlutverkinu, enda eins og ég kom inn á áðan þá er forystan búin að vera núna í 10 ár og hafa fullt tækifæri til þess að móta sýnina og áherslur flokksins. En auðvitað er það þannig að sá sem er í forystunni, hann gerir það ekki einn. Þú veist, allir stjórnmálaflokkar í rauninni ganga út frá vissum hugsjónum og byggja sína sýn og sína stefnu á fundum, miðstjórnarfundum og flokksþingum eins og við erum að fara á núna í febrúar. En það er bara mikið ákall innan grassrótarinnar fyrir því, alveg eins og við fundum fyrir í kosningunum 24, eins og þú fórst réttilega yfir, þá voru ekki góðar kosningar fyrir okkur og við höfum ekki náð að reisa við fylgið. Núverandi forseti henni hefur ekki tekist það. Og þar af leiðandi er ákall fyrir breytingum, það er ákall fyrir skarpari áherslum og í rauninni breytingu fylgir bara nýtt fólk þar af leiðandi. Þannig ég finn það mjög skýrt að alveg eins og þjóðin var að kalla eftir breytingum í kosningunum 24 að þá er sama ákall innan flokksins núna að fá fram vissa breytingar. Ef að þessi ríkisstjórn lifir út kjörtímabilið sem að mann er reynda til hefs og ef að ekki verður búið til kosninga fyrr en þarna seint haustið, 2028, þá er þetta 34 mánuðir cirka bát, verður þú kjörinn formaður Lilja? Hvernig ætlar Framsóknarflokkurinn sem að hann situr nú ekki miklu sjóðum, hvernig ætlar að framfleyta þér á þessum tíma? Nú er Ingibjörg auðvitað með þingfararkaupið eins og aðrir þingmenn og formenn, hvernig myndu þið leysa úr því? Það er nú þannig að ég er í ákveðnum verkefnum og hefur verið að sinna ráðgjöf og öðru slíku, þannig að það er nú svona partur af því sem ég verð að gera. Þú getur sinnt því áfram samhliða formennsku? Já, því ég get alveg gert það og það er auðvitað bara þannig, Stefán, að þegar þú brennur fyrir eitthvað og brennur fyrir hagsmuni þjóðarinnar og hagsmuni þess að koma flokknum aftur í fremstu röð íslenskra stjórnmála, þá bara leggur þú ýmislegt á þig. Já, en þú ert ekki kannski launalaus í 2 ár. Ég hef áhyggjur af þér. Já, þú þarft ekki að áhyggjur af mér, það get ég sagt þér. Og ég vil líka nefna það að ég held að sýni líka bara þann kjark og dugnað sem býr í mér sem forystu manneskju að ég er bara tilbúin til þess að fara í þetta verkefni og við erum að tala um að það sé ákall um breytingar. Já, það er ákall um breytingar vegna þess að núverandi formaður hefur verið í 10 ár og við þekkjum það auðvitað líka að það er auðvitað mikið foringjaræði í íslensku stjórnmálum. Framsóknarflokkur Sigurðar Inga er allt annar framsóknarflokkur en Lilju Daggar. Framsóknarflokkur Lilju Daggar er mun skýrari í efnahagsmálum. Hann vill fara að meiri ákefð í það að berja niður verðbólgu. Hann er skýrari í utanríkismálum þegar að segja varðandi fullveldið
og að passa upp á að auðlindirnar séu klárlega í eigu íslensku þjóðarinnar og við gefum engan afslátt þar á og öðru slíkt. Og eitt af því sem blasir alveg við að alþjóðamálin og Evrópumálin, þau verða á dagskrá á næstu misserum. Og ég held að eitt af því sem ég kem með inn í stjórnmálin, það þessi þekking mín á efnahagsmálum eftir að hafa setið í ráðherranefnd efnahagsmál í 7 ár og starfaði hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og í Seðlabankanum. Þú ert alveg forrétt í því að færa umræðuna annað en það sem ég að spyrja. Þetta veit á gott. Ég veit að Willum Þór hefur lýst yfir stuðningi við þig. Já. Ég hef áreiðanlega heimildi fyrir því að Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður flokksins núverandi, hann styðji þig í þessum slag. Er það ekki rétt? Hefur áreiðanlega heimildi fyrir því? Já, mjög áreiðanlega. Ég hef fengið stuðning víða fyrir þessu og meðal annars ástæðan fyrir því að ég sit á þingi og að því hér búið að vera svolítið umræð það hvort að það sé skynsamlegt að vera með formann stjórnmálaflokks utan þings eða innan þings. Þá held ég að það þurfi ekki að ræða það neitt mikið því að þeir sem þekkja gang þingsins og átta sig á því að þá engum blöðum það að fletta að það afar mikilvægt að formaður Framsóknar sitji á þingi. Það málstofan, þar öll stóru málin rædd. Lilja hér að nefna efnahagsmálin, hún að nefna alþjóðamálin, velferðarmálin og svo má áfram telja. Við erum að fara að ræða hérna núna í vor sem dæmi, fjármálaáætlun, bókun 35, við erum að fara að ræða hugsanlega þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi aðildarviðræður í Evrópusambandið. Þetta allt rosalega stór mál sem muni eiga sér stað, þessar umræður muni eiga sér stað í sal Alþingis. Og ég held að það sé engu blöðum það að fletta, að það mikilvægt fyrir stjórnmálaflokk sem vill láta taka sig alvarlega og vill vera með skýra sýn og vill vera með skýr skilaboð inn á eldhúsborð heimilanna að það gerist í málstofinni í sal Alþingis. Þar verða átökin og þar eru ákvarðanir teknar. Er það ekki rétt, Villi? Það sem að, já bara svo ég klári líka, þú þekkir það með ykkur fjölmiðlamennina, þið eruð að vakta Alþingi og það sem sagt þar og það sem fer fram þar. Við erum boðið viðtal í kjölfarið. Þannig að þarna náum við líka til almennings og þetta skiptið grundvöllurinn fyrir því að við náum að skerpa okkar skilaboð og koma til almennings. Það í gegnum þessa málstofu. En spurningin með formannin, hefur hann gefið það skýrt út víðar að hann styði þig eða tekur út frá því að þú hafi stuðning hans? Hann verður að svara fyrir það, ekki ég. Heldur þú, hvorum meginn liggur stuðningur formanns? Hann verður að svara fyrir það. En hann hefur auðvitað skipað Ingibjörgu þingflokksformann í tvígang og ég held að það segja ákveðna sögu. Þannig að þegar við erum að tala mikla breytingar, ég vil meina að það sé meiri breytingar með mér en með Ingibjörgu Isaksen. Ég vil að flokkurinn hlaupi hraðar og ég tel að það sé, við séum einstökum færum. Vil hún ekki líka? Ég syndi mér hratt. Já, hún vill að flokkurinn syndi hraðar. Ég syndi mér hratt. En þetta varðandi þingið, að komast í ræðustól Alþingis í óundirbúna fyrirspurnir þegar umræðan þjóðaratkvæðagreiðsluna Evrópusambandið fer í gang og annað þeimdur, eldhúsdagsumræður, stefnuræður, forsætisráðherra, allt þetta. Er ekki ákveðin veikleiki því að formaðurinn sitji bara í mestarlagi í einhverju hliðarsal og geti gefið bendingar eða sent skilaboð það hvað menn eigi að segja? Þú ert nú hrifin á fótbolta og hvernig það oft með bestu þjálfarna? Þeir eru ekkert inn á vellinum. Nei, þeir eru það reyndar aldrei. Nei, og þó að maður sé tímabundið ekki inn á vellinum, þá það auðvitað þannig að ég gjörþekki þingið og hef setið mjög marga þingflokksfundi alveg frá árinu 2016 og ég myndi auðvitað aldrei, Stefán, taka svona stóra ákvörðun ef ég treysti mér ekki í að stýra mínu liði þrátt fyrir að ég sitji þó ég hafi ekki aðgengi að málstofunni vegna þess að ég bara hef það skýra sýn og mikla trú á því sem ég tel að við þurfum að gera fyrir flokkinn að ég tel að það skipti meira máli að við fáum ákveðin formann sem hefur góða tiltrú í efnahagsmálunum og utanríkismálunum sem verður auðvitað út allt að tala stefnu flokksins, eigafundi og svo þegar við erum að tala Alþingi, hvað erum við að gera hér? Ég meina við erum hér, þetta er ein málstofan. Það er miklu fleiri sem að reyndar horfa á spursmál heldur en á útsendingar Alþingis. Leyfi mér að fulla það. Svo kannski nefni ég annað að þú veist frá kosningum og þau
frá kosningum hefur fylgi verið að lækka þrátt fyrir að það sé þetta aðgengi á þessari málstofu. Þannig að aðalatriðið er að við náum aftur inn á eldhúsborðið hjá fólki og fólk fara að tala það sem við erum að segja og það lausnir sem við höfum og komum með þennan trúveruleika inn í efnahagsmálin. Og það sem maður auðvitað nefnir að ég hef þessa reynslu og ég hef líka bara þessa trú á samvinnu hugsjóninni að hún hafi líklega kannski aldrei verið svona mikilvægari í því að koma að lausnum mála en þó með þessa skýru og afdráttarlausu afstöðu í utanríkismálum, í efnahagsmálum og velferðarmálum. Nú verður formaður kjörinn 15. febrúar að öllum líkindum önnur hvor ykkar tveggja. Það stefnir síðan í kosningar strax á voru komanda, 16. maí. Þú nefndir sigurinn í borginni en Framsóknarflokkurinn var bara mjög sterkur í þessum kosningum almennt 2022, skilaði öflugri niðurstöðu vítt og breitt um landið. Með fylgiskannanir á landsvísu myndi maður ætla að flokkurinn sé í talsvert mikilli varnarbaráttu víða og við sjáum það reyndar mjög afgerandi í mælingum í borginni, hann virðist vera búinn að missa fótana þar. Hvað viljið þið gera, eða hvað hyggist þið gera náið þið kjöri sem formaður flokksins til þess að reyna að snúa þessu tafli við? Því að það er ekki gert bara með því að hlaupa hraða, það er eitthvað konkrétt sem þarf vantilega að gerast í þeim efnum. Já, það er alveg hárrétt og ég hef viljan til þess að snúa fylgi flokksins við. Þú nefnir sveitarstjórnarkosningarnar núna í vor. Við erum með mjög öfluga grasrót og við erum annar stærsti flokkurinn núna á sveitarstjórnarstiginu. Við erum með sveitarstjórnarfólk sem er með mikla reynslu og er að bjóða sig fram aftur núna sem er mjög dýrmætt fyrir okkur. Það þarf í rauninni að taka til hjá okkur í flokknum. Við finnum það að það hefur verið deyfið yfir flokknum núna á undanförnum árum og forystunni hefur ekki tekist að ná meiri samheldni innan flokksins. Þú bendir á varaformanninn? Nei, ég var að gera svona. Þú ert að reyna að búa til eitthvað hérna á milli okkar, en sko það sem þarf að gera, við þurfum... Hún er forystan. Og hún er þingflokksformann. Við þurfum að tala betur við fólkið í flokknum. Við þurfum að hlusta betur og það er það sem ný forysta þarf að gera. Hún þarf að fara hringinn í kringum landið, heyra hvað flokksmenn hafa að segja, mynda skýrari sýn á okkar áherslur, skerpa aðeins á þeim, koma með nýja ásýnd sem kemur með nýri forystu. Hér er verið að tala um það að það þurfi í rauninni kannski að sé alltaf lagi bara að færa til í forystunni. Ég finn það ekki. Ég finn það að það er bara mjög mikið ákall fyrir þessu og með nýri ásýnd og nýri forystu þá mun það hjálpa okkur í sveitarstjórnarkosningunum vegna þess að það kemur rauninni ný ásýnd með því. En varðandi áherslur annað, því að Lilja er búin að fara hérna yfir sína kosti sem væntanlega þá formaður fá hún kjör til þess. Og hún hefur gert mjög vel, margt mjög vel sem ráðherra og líka sem varaformaður. Það má alveg segja svo. En þetta snýst ekki um það, þetta snýst um það að það er ákall innan grasrótarinnar fyrir því að fá vissa breytingar. Ástæðan fyrir því að ég er að fara í þetta er að ég hef skýra sýn á framtíð landsins. Mjög skýra sýn hvernig ég vil sjá Ísland þróast til framtíðar. Ég vil sjá okkur vaxa. Hér er verið að nefna efnahagsmálin. Og ef við nefnum til dæmis bara efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar sem að mér reyndar hefur ekki alveg tekist að skilja ennþá, þá sjáum við það að verðbólgan er að hækka. Vextir og þar af leiðandi í rauninni líka að hækka. Við sjáum það að hagvöxtur er að minnka og atvinnuleysi er að aukast. Þetta er allt merki um það að við þurfum aðeins að hægja okkur og endurskoða hlutina. Hvað erum við að gera og hvernig viljum við vaxa sem þjóð? Í rauninni er grundvöllurinn fyrir farsældinni til framtíðar, það er atvinnulífið. Og það er atvinnusköpun. Og við þurfum að standa þess sem stjórnvöld og sem stjórnmálflokkur, þá þurfum við að standa með atvinnulífinu. Við þurfum að styrkja stoðir atvinnulífsins til þess að fyrirtæki í rauninni sjáu hagsinn í því að fjárfesta, ráða fólk. Það segja allir flokkarnir það sama hvað þetta varðar. Já. Við viljum efla atvinnulífið og auka hagvöxt og verðmætasköpunina í þeim dúr. Já, það er gríðarlega mikilvægt að gera. Hvað hefur Framsóknarflokkurinn fram að færa í þeim efnum? Það þarf til dæmis bara að skapa vissan grunn fyrir fyrirtækin hérna. Það þarf að skapa fyrirsjáanleika. Við erum að horfa til dæmis bara sem dæmi ef við horfum á ferðaþjónustuna sem er bara ein af grunnstoðunum okkar núna.
En þið voruð í ríkisstjórn þegar var verið að taka mitt ákvarðanir skömmu fyrir þinglok í desember að setja gjöld hér og þar. Þið tókuð þátt í því og hvað er því? Það var tekin ákvörðun það í starfsstjórn og við erum báðar sekur það og ég hef sagt það í fjölmiðlum að það var og bratt farið þar, vissulega. Þar var ferðaþjónustan að kalla eftir fyrirsjáanleika og hún var að kalla eftir því að þeir hefðu tíma til þess að geta brugðist við hugsanlegum skattahækkunum. Það er búið að í rauninni núverandi ríkisstjórnarflokkar sem þá voru í stjórnarandstöðu gagnrýndi þetta harkalega. Það er búið að breyta því núna og við studdum það núna í þinginu. En hins vegar tekur núverandi ríkisstjórn þá ákvörðun að setja kílómetragjaldið á með engum fyrirvara. Ekki hlusta á ferðaþjónustuna eins og til dæmis bílaleigurnar. Og í ofanálag kemur í rauninni vörugjöldin upp á 7,5 milljarð. Og svo þeir líka klást í þriðja þáttinn. Það er endursala á rafmagnsbílum sem dæmi og endurgreiðsla þá á vaskinum. Þetta hefur áhrif á ferðaþjónustuna. Þetta hefur þau áhrif að þau draga frekar seglin saman í staðinn fyrir að sækja fram. Við þurfum að horfa á einhverja leiðir, einhverja hvata. Við til dæmis, ég laði fram þingsályktun núna við fjárlög sem gengur út á langtíma fjárfestingu eða langtíma markaðssetningu fyrir ferðaþjónustuna. Þannig að þeir fái fjármagn til þess að markaðsetta sig til lengri tíma. Það er gríðarlega mikilvægt. Það var ykkar ríkisstjórn einmitt sem að keypti þeim peningum úr umferð. Nei, Lilja getur svarið fyrir það, hún er ráðherra. En svo ég tali samt, svo ég klára eins varðandi atvinnusköpuna, atvinnutækifærin. Því að í rauninu leið og við sköpum góðan grunn fyrir fyrirtækin í landinu, styðjum við fyrirtækin, styðjum við útflutningsfyrirtæki, þá sköpum við vissan vöxt í samfélaginu og þar að leiðandi getum við staðið undir velferð í samfélaginu. Þetta er grunnurinn að því. Þannig að það er það sem við í Framsókn og ég sem formaður mun tala fyrir. Lilja? Ég er með hugmynd. Ég get sagt þér hvernig við förum í þetta. Við förum í atvinnulífssókn og hún gengur út á það í fyrsta lagi að við þurfum að fara í stórkostlega einföldun á öllu regluverki og það þarf að vera í alvöru. Við þurfum að setja fyrst 100 daga áætlun og svo 200 daga áætlun og fylgjast með því eins og sé engin morgundagur. Þetta er orðið allt of flókið og ég er búin að nýta tíma mjög vel. Ég er að tala við lítil og meðalstór fyrirtæki og stór fyrirtæki. Þau segja þetta er allt of flókið. Það er fyrsti punkturinn. Stórfelld, það þarf að einfalda þetta gríðarlega. Númer 2, það þarf að setja núna skattalega hvata eða minnka álögur. Það er skattahækkanir og óvissa sem er í gangi. Hún verður þess valdandi að fyrirtækin eru ekki að fjárfesta. Þú vilt lækka skatt á fyrirtæki? Já, ég vil lækka skatta á fyrirtæki. Ég held til að mynda við þurfum að endurskoða tryggingagjaldið. Grunnurinn í tryggingagjaldinu hefur breyst, það er að segja bara eins og þú þekkir, varðandi fjölda starfsmanna og annað slíkt. Við þurfum að fara í tryggingagjaldið og ég vil líka að við lækkum skatta á þessi fyrirtæki sem við getum. Ég til líka að við þurfum að... Er það tekjuskattur? Já, ég vil bara að við lækkum álögur á fyrirtæki vegna þess að þegar atvinnuleysi er komið á stað, þá er alveg opbáslega erfið stundum að vinda ofan af þeim neikvæða spíral. Þannig að það sem auðvitað ríkisstjórnin hefði átt að gera, hún hefði átt að fara strax í þetta þegar þessu óvissa er alþjóðlega, að koma bara að setjast niður með fyrirtækjanum og segja, heyrðu, það er mikil óvissa, það er verið að setja hérna tolla hægri vinstri og það er mjög erfitt að gera áform. En það sem við ætlum að gera, að því að við viljum styrkja samkeppnishæfni þjóðarinnar, þá ætlum við að einfalda allt, við ætlum að lækka álögur á okkur, hvort sem sé tryggingagjaldið eða tekjuskatturinn og við teljum að þarna muni atvinna, þess að höldum við atvinnustigið og svo í þriðja lagi, þá ætlum við bara að standa þessa vakt með ykkur. Varðandi samkeppnishæfnina. Þannig að þú ert með þessar lykil atvinnugreinar og við vitum til að mynda því að Ingibjörg fór aðeins inn á ferðaþjónustuna. Það er nú þannig ég held að veit ég hvort Ingibjörg er búin að gleyma því, en í ferðamálastefnunni þá settum við inn í fyrsta sinn peninga undir minni stjórn inn í markaðssetningu. Ég vildi setja meiri peninga inn en ég fekk bara ekki áheyrn frá þáverandi fjármála og efnahagsráðherra í þeim efnum. Þannig að ég er mjög meðvituð um það að ef Ísland á að skila sínu og við ætlum að halda í þessa velferð af því að Framsóknarflokkurinn er svona frjálslyndur miðjuflokkur. Ég voru aðalega að pumpa peningum í einhver risastór kvikmyndafyrirtæki frá Hollywood. Nei, þú veist alveg hvernig þú sást að þessi fyrirtæki hafa gengið vel, þau hafa að gera mjög flotta hluti og ástæðan fyrir því að við þurftum að
fara og gera þetta umhverfi svona hagstætt var vegna þess að það eru önnur fyrirtæki eins og byrja, það eru öll ríki að ná í þessi verkefni vegna þess að þau skila einhverju raunverulegu til samfélagsins. Það hefur ekkert verið sýnt fram á það. Jú, það hefur víst verið sýnt fram á það, Stefán. Nei, það er ekki rétt hjá þér. En svona bara, ég grípi líka boltan í tengslu við þetta. Já, sko, ég held að við eigum að draga úr álögum á fyrirtæki vegna þess að leið og við hækkum skatta á fyrirtæki, þá verður rekstrargrundvöllurinn miklu erfiðar og þau draga frekar í raun úr fjárfestingum. Það verður miklu erfiðara umhverfi til þess að fjárfesta. Varðandi þingsályktunina sem að Lilja er að nefna hér, sem að ég lagði fram, að þá byggir hún á grundvelli ferðamálastefnunnar og það er vitnað einmitt í þessa aðgerð sem að kemur fram í þessari ferðamálastefnu sem var einmitt samþykkt þvert á þingflokk og var mjög flott stefna. Þykir eins og metnaðarfull? Hún var bara virkilega vel unnin, svo það sé sagt. En hins vegar er það þannig að þú veist, það vilja allir sem geta, þeir vilja vinna. Og við þurfum að skapa grundvöllin fyrir því. Það vilja allir geta greitt reikningana sína. Núna er staðan þannig að það er erfitt fyrir heimilin, þau finna í hver skipti, hver einustu mánaðamót finna þau það að afborganir af fasteignalánunum er að hækka. Í hver skipti sem þú ferð í búðina, fyrst skipti sem þú ferð í búðina þá hækkar innkaupakarfan. Við þurfum að skapa umhverfi þannig að fólk hafi vinnu til þess að geta greitt reikningana, til þess að skila sér í ríkissjóð, til þess að við getum haldið utan velferðina. En það vilja ekki allir sem geta unnið vinna. Við sjáum bara örorkutíðnina og það er verið að fjalla hér það í hverjum einasta mánuði hvernig fólk er að leggjast á þetta kerfi og þungin eykst og eykst, einmitt vegna þess að við erum að búa til kerfi þar sem það eru alltaf meiri og meiri hvatar fyrir fólk til þess að vinna bara alls ekki neitt. En það sem ég er að benda á núna er að við sjáum það að atvinnuleysi, það er að aukast. Já. Það er að aukast vegna þess að fyrirtæki er að halda aftur að sig, þau eru ekki að taka áhættuna í að fjárfesta eða að ráða inn fólk. Vegna þess að umhverfi núna hjá núverandi ríkisstjórn er með þeim hætti að það eru of miklar álögur á fyrirtækin. Stjórnvöld og stjórnmálaflokkar þurfa að senda skilaboð til atvinnulífsins að þeir standi með atvinnulífinu og séu tilbúin til þess að byggja undir stoðirnar. Við þurfum að byggja grunninn eins og ég kom inn á áðan. Horfum bara til dæmis á orkuframleiðslu. Bara það eitt, að því Lilja nefnir leyfisveitingaferlið og einfalda regluverkið. Það var auðvitað unnið aðeins að því núna á undanförnum árum og núverandi ríkisstjórn er líka að taka á því sem er mjög jákvætt. Þetta er allt mannanna verk og þetta er algjört óþarfa flækjustig og tekur of langan tíma og við sjáum það bara í tengslum við orkumannvirkin og uppbyggingu þeirra. Þetta tekur ekki bara 1-2 ár, þetta tekur 10-15 ár að byggja það upp frá því ákvörðum tekur stað. Það er ekki að leggja einustu raflínu því að landeigendur vilja að þær séu lagðar einhvers staðar annars staðar og þetta er allt í klessu. Flutningskerfi þarf að efla líka, þetta er grundvöllin fyrir því að við getum skapað líka atvinnu hérna og stofna fyrirtæki. En þetta verða líka nýsköpun. Við þurfum að styðja við fyrirtækin, vera með hvata til þess að einstaklingar sáu tækifæri í því að stofna fyrirtæki. Taka áhættinu því og fólk skari fram úr. Horfum til dæmis á Keresis, þú veist, sem er fyrirtæki sem er hugvit eins einstaklings. Bara ef við fengjum eitt Keresis og nokkur ára fresti, það myndi skipta sköpum. En hann kvartar undan því að þetta nýsköpunarumhverfi því hafi farið aftur á síðustu árum? Já, ég heldur þetta að það hafi verið býsna gott hjá þeirri ríkisstjórn sem við sátum í. Það var auðvitað sett mjög góð umgjörð nýsköpunarfyrirtæki hjá fráfarandi ríkisstjórn og það hefur aðeins verið eins og ég skil aðeins verið að hafa verið blikur á lofti hvað það varðar. En það sem ég held að sé líka annað mál sem við þurfum og verður málanna, verður þessi þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður eða aðlögunarviðræður eða hvernig svo sem það hefur orðað þetta, að það er auðvitað, við erum að fara að sjá alveg rosalegt líf í íslenskri pólitík út af þeim stefnum og straumum sem er í gangi núna eins og í Bandaríkjunum og í Evrópu og ég held að við munum sjá stór aukna þáttöku almennings vegna þess að leiðu og kemur að þessum fullveldismálum og auðlundum og öðru slíku að þá vakna held ég mjög margir svona við það bara hvert eru að stefna. Og þið eru alveg þversum gegn Evrópusambandinu, það er engin meiningamunur á milli ykkar í þeim efnum. Nei, en ég held að ég hef talað mjög skýrt og skrifað mjög mikið Evrópu
málin og skrifað svona staðsetningu okkar, þetta ósökkvandi flugmóðurskip og hefur þetta bæði verið utanríkisráðherra og setið í ráðherranefnd efnahagsmál, þannig ég þekki þessi mál mjög vel og ég held að fari vel á því að flokkurinn sé svolítið, hann fari svolítið aftur í þennan grunn sem mér finnst við þurfum að sinna honum betur og þá vil ég auðvitað við förum þarna betur á eldhúsborðið, sinnum betur heimilunum og atvinnulífinu og höfum þessa skýru sín varðandi utanríkismál. Stefnir stór aukna sölu á eldhúsborðum, heyrist mér það hvernig þið talið hérna. Nei, þú veist hvernig maður er búin að vera og ég get líka sagt þér annað, bara svo ég sé aðeins hérna líka svolítið létt og kátt. Ég meina, ég not eldhúsborðið vegna þess að þetta auðvitað búið að vera þannig að það eru svo mikið að framsókna fólki sem er búið að vera að drekka kaffi við eldhúsborðið mitt síðustu mánuði og eru búin að vera að hvetja mig. Og þess vegna nota ég líka svolítið eldhúsborðið, þú verður bara, það er bara búið svo mikið í gangi á þessu blessa eldhúsborði. Ég veit að Epal og Kassa og slíkt að grípa þetta fegins hendi. Flokksþingið haldið 14. til 15. febrúar. Ef ég man rétt tölurna frá 2016 þá voru þetta 1140 á kjörskrá, ríflega 700 sem að greiddu atkvæði. Hvað mega margir greiða atkvæði? Hverjir eru það sem að munu velja á milli ykkar? Hvað er þetta stór hópur? Það er raunin eftir að koma í ljós hversu margir skrá sig á flokksþingið. Þetta er mikið kapp núna að skrá sig. Hvað mega margir sitja? Það eru sjálfkjörnir sem eru 300 manns eitthvað svoleiðis, Lilja. Þetta með það tölu. Já, það er, ég held að það sé svona raunhæft að þetta sé 800. Allt í allt. Já, svona sem verða virkir sem geta komið. En ég held að það sé þessi tala sem þú varst að nefna og þannig að þetta verður fjölmennt flokksþing og ég vona það og ég vil líka segja að mér finnst mjög gott að við séum báðar komna fram vegna þess að þá verður líka bara umræða fyrir hvað við stöndum og hvernig við viljum vinna að framgangi flokksins og ég get sagt ef varðandi sveitarstjórnarkosningarnar ég held til að mynda að það sé gott að formaðurinn sé svolítið svona laus við í þinginu til þess að styðja við fólkið og ég hef auðvitað nú þegar, svo ég bara segi það, ég er þegar í sambandi við mjög marga og mín nálgun á sveitarstjórnarkosningarnar að því þú spurðir og ég náði ekki að koma inn í það, því hún er staðbundin, það er að segja við erum að skoða vítt og breytt landi nákvæmlega, þú veist hvað er að gerast á viðkomandi stöðum, ég er að taka það út, hvað er jákvætt, hvað hefur mitt fólk gert gott, hvort sem það sé í Hveragerði eða fyrir austan eða bara hvað sem er á landinu og við auðvitað keyrum á það. Ég er bara líka að hvetja fólk áfram núna ef það færi svo að ég yrði í forystu að því ég veit að það eru margir að hugsa sig en að ég er að taka símtölun á viðkomandi aðila og segja ég veit að þú ert svona eitthvað að hugsa eitthvað en halda áfram fyrir flokkinn, þú ert að gera frábæra hluti og svo þannig að þetta var sem sé svar við spurningunum það hversu margir myndu fá kjósa. Já, einmitt, nákvæmlega. Ég er mjög erfitt af að tökka á þessu þætti hérna. En þið þurfum þá að sannfæra verkefnið þá að sannfæra 401 cirka. Eitthvað svo leys. Já, ég meina þið viljið komast yfir það marg. Við erum þetta þegar hafnar og að því að Lilja talar uppbyggingu grassrótinni og sveitarstjórnarkosningarnar og annað að þá er þetta bara viðvarandi verkefni. Þetta er ekkert sem að byrja bara nokkrum mánuðum fyrir kosningar. Þó svo ég sé á þingi þá er ég reglulega í sambandi við grassrótina. Við erum með góðan vettvang, rafræna vettvang þar sem að við boðum til funda til þess að halda grassrótinu upplýstri og fá líka viðbrögð frá þeim. Taka stöðuna og það er búið að vera mikil vinna í gangi á undanförnum árum, bara jafnt og þétt. Þar sem við erum að fara landið og við erum að hitta fólkið okkar. Það er að við erum alltaf á höttunum eftir öflugu fólki og leið viljum við líka halda í reynslumikla einstaklinga þannig að þetta er mikið í bland, þetta er mikil vinna og það er afar mikilvægt að við vöknum ekki bara upp til lífsins 3-4 mánuðum fyrir kosningar. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að rækta og þetta er það sem ég finn að grassrótin hefur fundist skorta frá forystu flokksins. Það er þetta samtal, viðbrögð við þeirra áhyggjum. Flokkurinn er búinn að var lengi í stjórnarsamstarfi með sömu flokkum og við vitum hvernig það fór í kosningunum 24. Okkur var svolítið refsað fyrir þetta stjórnarsamstarf og það er í rauninni staðan þannig að við höfum ekki náð viðspyrnu og núverandi forysta er ekki að ná nægilega utan grassrótina, það er allavega upplifun hjá grassrótinni.
Var flokkurinn ekki bara refsað fyrir það hvernig þið stóðu sig? Menn alltaf að kenna einhverju samstarfum, ég meina, þið bara voruð í ríkisstjórn og... Já, það margt sem við megum bara læra af síðasta stjórnarsamstarfi. Stjórnarsamstarfi, þetta eru flokkarnir sem að þið stóðu sig. Algjörlega, og það sem ég að segja, varðandi stjórnarsamstarfi, það sem margt sem við getum lært, að því hér verið að tala skýr skilaboð. Við fáum stundum það á okkur að við séum bara eitthvað svona miðjumóð. Það hins vegar ekki þannig. Við gerðum kannski of mikla málamiðlanir í síðasta stjórnarsamstarfi. Þannig að við þurfum núna að vera ákveðnari í vissum málum, forgangsraða okkar verkefnum og okkar áherslum og koma þeim skýrar til skila. Það verkefni framundan, bæði gagnvart sveitarstjórnarkosningunum og eins líka gagnvart landsmálunum. Rétt í lokin. Ég leyfi mér að grípa til stóra orða. Núna á laugardaginn kom upp nóttina löngun hnífa innan Samfylkingarinnar. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri og oddviti flokksins, hún bara slegin út af borðinu með mjög afgerandi hætti. Pétur Marteinsson, frambjóðandi Kristrúnar Frostadóttur og hennar fólks færi við 3000 atkvæði í fyrsta sætið, Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri 1400. Hvernig horfir þetta við ykkur, verandi ekki í þeim flokki, vitandi að núna verður slagurinn Einars Þorsteinssonar, ykkar manns, við Pétur Marteinsson? Ég ætla nú að byrja á því að óska Pétri innilega til hamingju með hennar stór sigur og þetta auðvitað gríðarlegur árangur hjá honum og hans fólki og þá flokksforystunni. Ólafur Kjaran, aðstofamaður Kristrúnar, var að hringja á fullu í fólk að keyra fólk að kjósa Pétur. Ég meina það blasir við að hann var frambjóðandi þeirra. Já, Pétur, ég þekki Pétur bara býsna vel. Við komum bæði úr Breiðholtinu, ég úr Fellaskóla og hann úr Hólabrekkuskóla og ég get ekkert sagt nema gott Pétur, svo ég bara segi það. Þannig ég samgleðst honum og hans fólki verulega. Ég held hins vegar að það sem, ef við kannski bara kíkjum aðeins bara í sögu Samfylkingarinnar, að hún hefur auðvitað verið svolítið þekkt fyrir að það séu mikil átök inn í flokknum og þessi átök verða oft mjög, þau verða bara oft mjög grimm og það hefur persónuleg. Já, persónuleg. Nú vinstri armurinn að missa höfuðvíi sitt innan flokksins. Þau eru eiginlega berskjöld, algjörlega berskjöld og eftir. Ekki vondið þess að það verði einhvers konar hjaðningavíg að tjaldabaki? Já, þannig það sem ég held að verði þetta bara fróðlegt svolítið að sjá hvort að Samfylkingin sé að komast aftur í svona klassíska sögu sína, þar sem eru innri átök og fólk að berjast svona, eða hvort að við erum að tala um að Samfylkingin sé bara orðin algjör flokkur forsætisráðherra Kristrúnar Frostadóttur. Ég ætla svona að nota söguþekkingunni það að mér það dálítið til efs. Ég held að, að það verði svolítið í einhver tíma, en það sem að gerast hins vegar, svo ég bara koma aðeins að því, það að Kristrún Frostadóttir nái ekki utan efnahagsmáli, það áhyggjuefni fyrir hana. Hvernig blasir þetta við í borginni, Ingibjörg? Já, ég vil bara nýta tækifæri líka og óska honum Pétri innilega til hamingju. Þetta var alveg greinilega... Þið eruð allt og prúdent. Já, það ekki? Þetta eftir einhverju diplomatískum... Nei, ég var nú að gefa því svolítið sögulegt og þú veist alveg hvað ég að segja. Já, þetta sýnir bara svolítið hvernig átökin geta verið hörð í pólitíkinni. Og það líka þannig að þeirra... Það rosalegt þegar sitjandi borgarstjóri, ég minna getur Heiða Björg setið sem borgarstjóri fram við kosninga. Getur hún mætt niður í Ráðhús í dag og næstu daga? Já, hún klárar nú sína plikt eflaust. Ég efast nú ekki það að hún gerir það. En sko, þetta samt sem áður þannig að verandi í pólitík, að þegar svona innan búðar átök, þegar eru kosningar svona innan flokks, þá eru þau oft erfiðari vegna þess að þarna oft bara jafnvel vinir að takast á. Í þessu tilfelli reyndar nýr einstaklingur algjörlega að koma inn í flokkin og fær, úr öðrum flokki, einmitt. Og þarna að fá yfirburða kosningu. Þetta í rauninni, það var ekki tvísýnt. Nei. Hann fær yfirburða kosningu þarna. Þarna staðfestist hversu veik staða Heiðu Bjargar var? Já, en svo líka sér maður það núna bara í umræðinni að það komið krafa það að Kristrún til dæmis svari fyrir þetta. Það sem að hún hefur gefið það upp opinberlega að hún hafi bara haft samband við hann og hvart hann áfram. Kristrún ekki bara að gera það. Aðra frambjóðendur, en nei, það verður bara undir henni komið. En ég sé það ákall eftir því að hún svari fyrir þetta. Þannig að þetta eru mjög áhugaverðar sviptingar og einhverjir sem sitja eftir með sárt ennið og þá. Þetta sagt til næsta bæjar að forsætisráðherra og formaður flokks tæki þátt í að fella borgarstjóran, sinn eigin borgarstjóra?
Já, það sem ég held að það sem muni gerast ef við bara lítum á söguna að þessu verði ekki tekið þegjandi og hljóðalaust. Kannski næstu 12 mánuðina meðan samfylkingin það gengur vel í skoðanakönnunum, en svo bara taka stjórnmálin yfir og efnahagsmálin og hvernig flokknum gengur og annað slíkt. Og ég held að við bara horfum líka svolítið á samsetninguna hjá þessari ríkisstjórn. Ég meina, þau eru að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið og þetta raunveruleg þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið. Það einn flokkur, nákvæmlega eins og var hjá stjórninni 2009 til 2013 sem alfarið á móti því. Ekki alfarið, Ragnar Þór Ingólfsson lýsti yfir helgina að hann sé bara alveg opinn fyrir því að ganga í Evrópusambandið ef að samningarnir ganga vel. Já, þú ert að segja mér tíðindi, þetta fór fram hjá mér, það er svo mikið að gera hjá mér. Ég held að, viðhaldursporðið, en ég held að það segir svolítið mikið í raun og veru að sko, þessi ríkisstjórn, hún að fara inn í dálítið erfitt tímabil út af þjóðaratkvæðagreiðslunni og út af alls konar málum sem eru ekki að ganga. Óveðurskýin hrannast. Já, sérstaklega efnahagsmálinu, svo bara annað. Ég meina, það bara svo mikil óvissa á alþjóða vettvangi og það svo mikilvægt líka fyrir okkur og ég held að ég komi svolítið með það inn í formanninn og formann Framsóknarflokksins að við þurfum að átta okkur á hversu mikið virði þessi landfræðilega lega okkar og passa okkur svolítið að taka ekki einhverjar skyndi ákvarðanir núna þegar það svona mikið í gangi. Þau vilja meina í ríkisstjórninni að þetta sé leiðin til þess að auka öryggi okkar. Albert Jónsson sendiherra, þetta reyndasti maður íslenskrar utanríkisþjónustu fyrir og síðar, hann segir bara að ESB geti ekki varið Ísland, þeir hafi bara ekki tækjabúnaðinn í það einu sinni. Hann kom skýrt inn á það og bara lítil þjóð eins og Ísland á allt undir rauninni því að eiga gott samband við nágrannaþjóðir okkar, hvort sem við horfum til austurs eða vesturs. Bandaríkin, eina ríki sem getur varið okkur. Það nefnilega máli. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin og við erum aðilar að NATO og það eitthvað sem við eigum að rækta og styðja við. Evrópa hefur ekki burði til þess að koma og verja landið okkar. Í ljósi þessa þá afar mikilvægt líka að við séum ekki ykkur ótímabærar yfirlýsingar varðandi grann okkar hér í vestri og í rauninni sé að þannig að við stígum frekar varlega niður og segjum minna en meira, en í mínum huga í mínum huga er staðan þannig núna að við eigum að vera einblína á Ísland. Það þetta mikið í gangi á hinum alþjóðlega vettvangi. Aðildarviðræður að Evrópusambandinu, við vitum það þekkjandi söguna að þegar við fórum í þessa vegferð á sínum tíma, það fór rosalega mikill kraftur og athygli og fjármunir inn í þessa viðræður. Samt sem að þú voru erfiðustu kaflarnir ekki opnar. Orkan fer öll í þetta. Orkan fer öll í þetta og það af leiðandi á meðan það fyrir utan það að þetta mun kljúfa þjóðina og forsætisráðherra var búin að tala um það hún ætlaði ekki að leggja fram mál sem myndi kljúfa þjóðina, að þá þurfum við að horfa inn á við þurfum að horfa á heimilin og fólki í landinu, ná tökum og verðbólgu og vöxtum sem bara algjörlega óviðunandi í dag, skapa hér atvinnu þannig að við getum staðið undir velsældinni og vaxa sem samfélag. Hvernig og horfa á heildarmyndina hvernig við viljum sjá Ísland til framtíðar því að tækifærin fyrir íslenska þjóð eru gríðarleg. Við sjáum það alveg ef við horfum bara á stöðu þjóðarinnar innan allar þeirra mælikvarða sem OECD að gera. Þá erum við mjög ofarlega. Þannig við eigum að nýta okkar styrk til þess og vaxa með þessi þjóð. Ingibjörg og Lilja, þið eru greinilega komnar í mikinn kosningagír og það finnst mér mjög gaman. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma hér og ræða Takk fyrir boðið. Og við hlökkum til að fylgjast með þessum spennandi slag og hver veit nema að 16. febrúar þá verður önnur ykkar komið hér í settið aftur til þess að ræða Framsóknarflokkinn til komandi ára. Algjörlega og takk fyrir Ingibjörg. Sömuleiðis. Takk fyrir komuna. Takk. Þá segjum við þessum ágæta aukaþætti spursmála lokið. Hver veit nema efnu til annars aukaþáttar í vikunni, maður veit það aldrei, það svo margt sem að gerast eins og það nefndu stöðlunar, bæði á innlendum og erlendum vettvangi og nóg það í pólitíkinni. Ef ekkert verður af því, þá hittust við í síðasta lagi 2 á föstudaginn. Verið sæl.